Nú er komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér er umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Komið sæl og blessuð, við höldum áfram með rauða þráðinn þar sem frá var horfið og yfirskrift efnisins í dag eru upprunalegir blóðsáttmálar. Áður en lengra er haldið vil ég taka það fram að Gamla testamentið og Nýja testamentið er það sama og gamli og nýji sáttmálinn. Aðrir sáttmálar komu einnig fyrir í Biblíunni en þeir heyra undir Gamla og Nýja sáttmálan. Í Hebreabréfinu 8:6 er talað að Guð hafi gert betri sáttmála sem byggist á betri fyrirheitum en gamli sáttmálinn vegna þess að Jesús er þar meðalgangari. En til að átta okkur á mismununum verðum við að kynna okkur gamla sáttmálan. Hvers vegna er nýji sáttmálinn betri en sá gamli? Hvers vegna er Nýja testamenti betri en það gamla? Hvers vegna er blóðsáttmáli gerður? Við skulum athuga innihald beggja sáttmálana til að átta okkur á mununum á þeim. Fyrst verðum við að vita hvað orðið sáttmáli þýðir. Að sjálfsögðu vitum við hvað það þýðir á nútímamáli. Það er samkomulag sem tveir eða fleiri gera með sér. Menn skuldbinda sig til að starfa eftir ákveðnu samkomulagi með eða án löglegra skjala. En í Biblíunni er talað blóðsáttmála. Er einhver munur á honum og okkar skilningi á sáttmála? Bæði já og nei. Í Gamla testamentinu er orðið berit, B-E-R-I-T-H, notað yfir sáttmála. Bókstaflega þýðir það að skera svo blæði. Þetta þarna skýringar. Skýringin felst í því sem gerðist í aldingarðinu Eden. Þegar maðurinn hafði snúist gegn Guði, lét hann saklaust dýr deyja í hans stað því að laun syndarinnar er dauði. Að syndga gegn Guði jafngildir því að týna lífinu. Skinn fórnardýrsins var látið hylja andlega nekt syndarinnar og fyrir blóð þess var fyrirgefning veitt út í reikning, ef svo má segja. Þetta var byrjunin og fyrsti blóðsáttmálinn milli Guðs og mannsins. Sáttmálinn var sameinaður loforðinu að sæði konunnar skyldi merja höfuð ormsins. Þetta er talsáttur sem þýðir á austurlandamáli að kóróna þess sem ríkir skuli tekin frá honum. Í þessu tilfelli vald djöfulsins. Það er greinilegt að viss skilningur á þýðingu sáttmálans fylgdi hinum fallna manni því Kain og Abel fórnuðu. Abel færði einnig fórn af frumburðum hjarðar sinnar og drottin leit með velþóknun til Abels og fórnar hans. En Guð leit ekki með velþóknun til Kains og fórnar hans af ávexti jarðarinnar. Hvers vegna? Og hér á sínum tíma, ég bæti því inn í, það er ekki frá Sten, að mér fannst þetta voðalega órétt látt á sínum tíma þegar ég las þetta. Þetta er í fyrstu Mósebók. Hvers vegna var það? Það er vegna þess, segir Sten, að einungis lífsblóð staðgengils gat hulið synd mannsins. Kain vissi þetta líka, en þráaðist við að hlýða Guði og taldi afurð eigin vinnu duga. Við sjáum sem sé að upphaflega var sáttmáli og blóðsáttmáli það sama. Ávöxturinn af verkum mannsins gat ekki komið í stað blóðsins. Það var þetta sem Kain vildi gera, hann var akuryrkjumaður og hann vildi brenna korni, og þetta er innskot frá mér, sem voru hans eigin verk, en hann vissi að það varð að úthella blóði. Þess vegna var hans fórn ekki þóknanleg Guði. Þannig hefur þetta verið í gegnum tíðina í öllum frumstæðum trúarbrögðum, hvort sem þau hafa verið í einhverjum tengslum við gyðingdómin eða ekki. En blóðsáttmáli þessara frumstæðu trúarbragða er afskræmt eftirlíking af því sem Guð gerði einu sinni og sem síðar var endurnýjað í sáttmálanum við Abraham. Satan hefur kerfisbundið reynt að afskræma allt sem hefur með sannan Guðsótta að gera. Samkvæmt orðum doktor H. Clay Trumbull tíðkast blóðsáttmálar í Indlandi, Kína, Afríku og mörgum eyjum. Indjánar Ameríku hafa einnig gert blóðsáttmála fram á þennan dag.
Í trúarbrögðum fólksins hafa blóðsáttmálar tekið á sig öfugsnúnar myndir en minna okkur samt á biblíulegan uppruna. Blóðsáttmálar eru mjög heilagir sáttmálar, stífustu skuldbindingar sem mannkynið þekkir. Og það má bæta því við að hér á Íslandi þá þekkjum við úr Íslendingasögunum blóðsáttmála sem kallað þar fóstbræðralag sem menn gengu í hver við annan. Réttindi og skyldur. Dr. Livingstone og Mr. Stanley störfuðu í Afríku mörg ár og allan þann tíma heyrðu þeir aldrei á það minnst að blóðsáttmáli hefði verið rofinn, hvorki milli einstaklinga, tveggja hópa né tveggja kynþátta. Rofa blóðsáttmáli hefur í för með sér hræðilegar afleiðingar fyrir margar kynslóðir. Stanley segir frá því í ævisögu sinni að hann hafi gert 120 svona blóðsáttmála við mismunandi kynþætti í Afríku. Í hvers skipti sem hann gerði blóðsáttmála, varð hann að skera hold sitt og gefa af blóði sínu. Þess vegna bar hann jafnmörg sýnileg ör á handleggjunum því það tilheyrði að meðhöndla sárin með einhverju litarefni svo að þau yrðu sýnilegt minnismerki og vitnisburður fyrir aðra að viðkomandi hefði gert sáttmála við sterka vini. Þeir sem Stanley gerði sáttmála við voru skuldbundnir til þess að fórna lífi sínu í hans þágu ef þess gerðist þörf. Undir öllum kringumstæðum skyldu þeir vernda hann svo að hann geti óhræddur ferðast hvert sem var í Afríku. Ef einhver hótaði Stanley lífláti, gat hann brett upp ermar sínar og sýnt merkin sem sýndu að hann hafði gert sáttmála við leiðtoga meira en 100 ættbálka. Það dugði til að halda aftur á óvininum sem sá hverjar afleiðingarnar yrðu fyrir hann og allan hans ættbálk ef hann gerði Stanley eitthvað illt. Ef einhver í Afríku rauf sáttmála varð konan hans jafnvel, móðir hans eða einhver nákominn ættingi að lífláta hann. Hann mátti ekki sleppa við dóminn. Blóðsáttmáli svona heilagur meðal frumstæðs fólks. Ógildingu sáttmála fylgir dauðadómur sem nær yfir margar kynslóðir frá afbrotamanninum. Því börnin, barnabörnin og fleiri kynslóðir eru skyldugar til að halda sáttmálan í heiðri gagnvart ætt þess sem fyrstur var blóðbróðir þeirra. Það tilheyrði réttindum sáttmálans að menn gengju í ábyrgð hver fyrir annan. Svona sáttmáli ekki bara takmarkaður við vissa hluti sem menn hafa komið sér saman heldur tilheyra réttindi, eigur, ábyrgð og skyldur annars aðilans, einnig hinum aðilanum. Sem sagt allt sem hann á og allt sem hann er. Það eru einkum 3 ástæður fyrir því að menn gera blóðsáttmála. Í fyrsta lagi vegna þeirrar verndar sem hann veitir. Sterkir ættbálkar til dæmis í Afríku hefðu auðveldlega geta útrýmt mörgum minni og veikari ættbálkum ef þeir hefðu ekki haft þá vernd sem sterkur ættbálkur veitir. Þegar ráðist til atlögu verður árásarmaðurinn að taka styrk blóðbróðurins með í reikningin og þá hefnd sem hann gæti gripið til. Árás á einn jafngildir árás á alla. Í öðru lagi gera menn sáttmála til að skapa öryggi í viðskiptum. Í stað þess að keppa hver við annan og verða fyrir skakkaföllum gera menn sáttmála til að vernda og styðja hvern annan í viðskiptamálum. Þriðja ástæðan djúp vinátta. Ef 2 menn elskuðu hvorn annan jafn mikið og Davíð og Jónatan gerðu, gátu þeir skorið sáttmála á orðið blóðbræður sem sérstakt orð yfir vin þegar menn höfðu gert sáttmála. Í Gamla testamentinu sagt frá mörgum sem skáru sáttmála hver með öðrum, þeir skildu hvaða réttindi og skyldur fólust í slíkum sáttmála. Og svo kemur hér kafli framkvæmd blóðsáttmála. Mismunandi aðferðir þróuðust meðal fólks en innihaldið var alltaf það sama. Eftirfarandi lýsing ennþá í gildi meðal frumstæðra þjóðflokka. Skurður skorinn í handlegginn og síðan takast menn í hendur. Við handabandi blandast blóð, handana saman og menn verða blóðbræður. Hvaðan siðurinn að heilsast með handabandi kominn? Þessi algengi siður einmitt talin vera frá þeim tíma þegar menn gerðu blóðsáttmála þennan hátt og urðu óaðskiljanlegir vinir. Ég hef sjálfur veitt í athygli að fólk til dæmis í Indlandi gætir þess að heilsa ekki hverjum sem með handabandi. Það var reglulega óþægilegt fyrir mig að verða vitni að því að Dr. E. Stanley Jones rétti manneskju höndina í samkvæmi en viðkomandi neitaði að taka við henni. Samt var þetta samkvæmi haldið Dr. Jones til heiðurs. Og þá má bæta því hér inn í að þessi
Dr. E. Stanley Jones var þekktur kristniboði sem Sten Nilsson starfaði mikið með og ferðaðist með honum víða lönd. Meðal fólk sem gerir blóðsáttmála fylgir handabandi miklu meiri skuldbinding en við eigum að venjast. Önnur aðferð sem tíðkast í Gamla testamentinu var að menn skáru skurð á úllið hægri handar og tóku síðan utan handlegg hvors annars og létu sárin koma saman og blóðið blandast. En þann dag í dag til fólk sem heilsast þannig. Þriðja aðferðin að láta blóð úr sári við úlliðinn drjúpa niður í vínbikar. Þeir sem gerðu sáttmála á þennan hátt létu blóð sitt blandast í bikarnum og drukku síðan báðir af því. Þetta óhefluð aðferð sem ekki var stundu meðal fólks Biblíunnar. Ýmsir telja að þessi aðferð hafi þróast út í mannátt með mörgum undarlegum hugmyndum. Sumir töldu að ef menn ætu manns handlegg fengju þeir styrk handleggsins og ef menn ætu fót fengju þeir styrk fótarins. Menn trúðu því að lífið lengdist ef þeir ætu mannshjörtu. Þær hugmyndir til enn þann dag í dag að ef menn borða vissa líkamshluta, jafnvel þótt þeir séu af dýri, þá aukist lífsorka þeirra. En dýpsta þýðing blóðsáttmála milli fólks að það öðlast raunverulega hlutdeild í lífi hvers annars. Tveir verða að einum. Fjórða aðferðin við að gera blóðsáttmála var að láta blóð dýrs koma í stað mannsblóðs. Við höfum ástæðu til að ætla að þetta hafi tíðkast á tímum Gamla testamentisins því að í 1. Mósebók í 3. kafla samþykkti Guð slíka fórn sem þá var staðgengill mannsins og blóð fórnardýrsins huldi syndir hans. Þetta kannski svolítið þungt efni en þetta nauðsynlegt fyrir okkur til að skilja munin á Gamla og Nýja testamentinu, Gamla og Nýja sáttmálunum og við munum í næstu viku þá munum við fara aðeins betur í þetta hvernig menn gerðu blóðsáttmála sín á milli. Ég þakka fyrir í dag, Guð blessi ykkur. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn skrifuð af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Livets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.